KR-ingar léku gegn Fylki í úrslitum á Reykjavíkurmótinu í knattspyrnu og þeir voru sterkir í upphafi leiks KR-ingarnir og skora hér á 4. mínútu. Það er Ólafur Kristjánsson sem rennir boltanum hér í netið. Guðmundur Benediktsson hér með glæsilega aukaspyrnu. Kjartan Sturluson vel nær ekki að halda boltanum og Ólafur fylgir vel á eftir og skorar glæsilegt mark. En KR-ingar sýndu lipur til þrif. Hér koma einn, Guðmundur Benediktsson með glæsilegt mark á 9. mínútu í síðari hálfleik og staðan orðin 2-0. En Fylkismenn áttu líka lipra spretti. Hér er Gunnar Þór Pétursson að þruma boltanum fram hjá Kristjáni Finnbogasyni í markinu og staðan orðin 2 mörk gegn 1 KR-ingum í vil. En hér kemur síðan skondið mark, takiði nú vel eftir, Guðmundur Benediktsson frá miðju og alla leið í markið, ótrúlegt mark og staðan orðin 3 mörk gegn 1 KR-ingum í vil. Og ekki nema vona að Guðmundur fagni þessu vel og innilega. En KR-ingar voru ekki af baki dottnir. Hér kemur ein glæsisókn þeirra í leiknum. Boltinn á Guðmund Benediktsson og hann með þrenni í þessum leik og skorar hér 4-1 fyrir KR og Reykjavíkurmeistaratitilinn í höfn. En Fylkismenn náða að minnka muninn 2 mínútum síðar. Sjáum það hér, dæmd vítaspyrna á KR-inga. Og það var markahrókurinn mikli, Kristinn Tómasson, sem tók spyrnuna og skoraði. En úrslitin á Laugardalsvelli í dag. KR 4, Fylkir 2. Mínútu. Það er Ólafur Stígsson sem þrumar yfir þarna á mjög góðu færi. En KR-ingar voru heldur sterkar í þessum leik, það er óhætt að segja það. Hér er aukaspyrna á 4. mínútu leiksins. Guðmundur Benediktsson, númer 11. Hann með skot. Kjartan Sturluson ver í marki Fylkismanna en Ólafur Kristjánsson sem kom frá FH fylgir vel á eftir og skorar. Bakvörðurinn brá sér þarna í sóknina og kom KR-ingum yfir. Og KR-ingar héldu áfram. Hér er það Einar Danielsson sem átti mjög góðan leik. Vann mjög vel fyrir lið. Hún sendir á Guðmund Benediktsson og hann vippar boltanum yfir Kjartan. Fallegt mark og KR-ingar komnir í 2-0. Þeir sækja Fylkismenn hins vegar og þeir áttu ágæta sprett í þessum leik. Og hér er það glæsilegt mark, Gunnar Þór Pétursson sem kom inn á sem varamaður, skorar hér miðjan seinni hálfleik. Staðan því orðin 2-1. Og hér leit út fyrir að leikurinn væri að opnast en það stóð ekki inni í 10 sekúndur. Guðmundur Benediktsson frá miðju yfir Kjartan Sturluson sem missir boltan. Hann fer framarlega út úr markinu og staðan því orðin 3-1. Og Guðmundur Benediktsson var ekki hættur. Hér er það 4. markið. 4-1, 3 mörk hjá honum og hann var reyndar markakóngur Reykjavíkurmótsins. En Fylkismenn minnkuðu muninn, Kristinn Tómasson skoraði á vítaspyrnu en KR-ingar urðu Reykjavíkurmeistarar 3. árið í röð.